Komið sælir áhundu góður og verið velkomnir í Lestrarhesta þáttinn bókin sem breytti mér. Gestur minn að þessu sinni Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, útgefandi, þýðandi, rithöfundur, ljóðskáld, tónlistarmaður, ég veit ekki hvað og hvað. Eru margar bækur sem hafa breyttir? Já, mjög margar. Og þetta var vandamál fyrir mig að velja, ég gæti ekki valið eina. Allar bækur breyta mér sem ég les, segi ég. Þannig að þær eru orðnar talsvert margar. Þú lest væntanlega mikið? Ég geri það, hef alltaf gert. Og er einhverja ákveðin tegund og öðru fremur sem sækist í eða hefur þetta breyst með árunum? Það hefur breyst með árunum mjög mikið. Þegar ég var strákur, þegar ég var búinn að læra að lesa, þá las ég nánast allt sem að ég komst í. En svo hefur það auðvitað breyst með og maður fyrir að velja betur og betur eftir því sem tíminn líður, þá velur maður svona, já, það sem maður hefur mestan áhuga á. Og hér er fyrsta bókin, það er félagi Mark Twain, Sagan af Tumalitla. Þetta hefur verið þér kært í æsku. Já, þessa bók las ég einhvern tímann svona, ég hef verið svona 12 ára þegar ég las hana og fyrst og mér fannst hún frábær þessi bók. Þetta er svakalega góður höfundur. Já, svo las ég, löngu seinna las ég aðra bók eftir hann Stikkingsberg og svo löngu seinna las ég fleiri bækur eftir hann. Ég hélt mikið upp á Mark Twain tíma og held reyndar upp á hann ennþá. Og myndir Indian og Jói og Stikkingsberg Jú, og þetta var sjaldgæft í barnabókum frá þessum tíma, sko. Þessi bók er gefin út 40 og eitthvað. Og maður les náttúrulega svo mikið aftur fyrir sig og þegar ég er að alast upp þá einhvern veginn bókakostur annar en núna, sko. Það var ekki verið að reyna að fá börn til að lesa dag og nótt, sko. Maður mátti eiginlega ekki lesa nema bara takmarkað. Það var svona, þessi svona önnur sem á pari við þessa. Já, Ívar Hlújátt, sko. Nafnið sjálft bara yljaði manni bara hjartarit. Já. Hvernig kom þessi við? Og þetta er frábær bók, sko. Mjög eftirminnileg og þær eru mjög með minnistæður og ég hef lesið þær báðar síðan á fullorðinsárum og mér fannst þær alveg jafn góðar þegar ég las þær aftur. Og sko myndskreytingar, þetta voru forréttindi í gamla daga. Þú verður að sýna þetta eiginlega því að þetta er svo frumstætt hvernig var myndskreytt þá og prentunin er nú ekkert sérstaklega góð. Þetta er falleg. Þetta eru yndislega bækur. Ég átti þess seinna kost þegar ég var örugglega svona 10-12 árum eftir ég las Söguna Tumalitla, þá komst ég á æskuslóðir Mark Twain í Ameríku og fór meðal annars á söguslóðir þar sem að þessi bók gerist. Og ég held þetta væri, þegar ég var strákur, ég held náttúrulega þetta væri bara ævintýrabók sem væri fullkomlega bara svona uppspunni. En það eru söguslóðir þarna. Einmitt. Mjög gaman að skoða þær. Já. Svo ertu með bók sem er eftir Guðmund Daníelsson, Gvendan af Eyrarbakka, Sonur minn Sinnfjölli. Já. Þetta er nú bók sem ekkert endilega margir hafa lesið. Nei, sko, Guðmundur Daníelsson er einn af gleymdu höfundunum á Íslandi, segi ég, í dag. Af því að við eigum marga frábæra höfunda sem að við höfum svolítið gleymt og þeim hefur ekki verið sinnt sem skyldi og mér finnst að Guðmundur Daníelsson er einn þeirra. Þessa bók las ég einhvern tímann á síðunglingsárunum og mér finnst þetta er uppáhaldsbókin mín eftir Guðmund Daníelsson. Gefin út 1961. Gefin út 61 og já, þá er ég bara 6 ára og ég les hana sennilega svona 10-12 árum eftir hún kom út. Hún hreyfir mig mjög mikið þessi bók og þetta er söguleg skáldsaga, hún gerist á forsögulegum germönskum tíma og ég rauninni þar og í heiðinni. Já. Og Guðmundur byggir hana á mjög litlum heimildum en skrifar snilldarlega flotta sögu og þetta er svona bók sem ég mæli með að þeir sem ekki þekkja verk Guðmundar Daníelsson og þetta er svona lykilverk finnst mér. Já. Sonur minn Sinnfjölli. Já, þessi bók var tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs á sínum tíma. Alveg rétt. 63 eitthvað svoleiðis. Bara eina fyrstu bókunum héðan. Svo ertu þetta með... Sko, ég ætla að biðja þig að taka þessa á undan, því ég ætla að koma aðeins inn á ljóðin. Tómas Guðmundsson, ljóðasafn. Já, ég hefði getað tekið úr bókahillunum mínum, ansi margar bækur sem hafa fylgt mér í gegnum árinu og ómissandi í bókasafn. Þetta er ljóðasafnið hans Tómasar. Ég greip það bara, ég man svo vel þegar ég keypti hana. Já, eintak númer 241. Já, og Tómas skrifaði á það. Hann sat niðri í gömlu forlagsbúðinni hjá Helgafelli sem var á Veghúsastíg og áritaði á afmælisdeginum sínum, hann var 75 ára. Já. Og ég fór þarna, ég var 20 og ég man svo vel þegar ég var að kaupa bókina þegar ég stóð og beið eftir að hann áritaði þetta númer. Það var röð. Og þetta var hátíðleg stund. Þetta var hátíðleg stund. Og þetta var fyrsta bókin sem ég keypti beint af höfundi áritað. Þetta er feiklega gott skáld og það er einhver svakaleg angurverð. Ég seti alltaf Tómas og Davíð á sama stað. Já, ég gerði það líka. Já.
Og þetta svona þessi sko fagra væntumþykja angurværð sem hrífur mann. Já, þetta bara svona ómissandi bók. Selected Poems, George Mackay Brown. Já, þetta bók sem breytti lífi mínu og hefur haldið áfram að breyta því. Þetta höfundur frá Orkneyjum og til Orkneyja fór ég þegar ég var 23 ára og ég fór gaggjart til þess að skrifa og verið í einrúmi. Ég hef oft sagt þá sögu, ég ætla ekki að segja þér hana hér, það alltaf skammur tími til þess, en þá hitti ég þennan höfund og ég las öll útkomin verkans sem voru þá orðin allmörg. Hvers konar skáld þetta? Stórskáld eyjanna. Þetta eigaskáld og hann alveg á pari við William Heinesen frá Færeyjum eða bara Halldór Laxness frá Íslandi. Stórskáld á pínulitlu svæði, skrifaði í bara öllum tegundum, bestur í smásögum og ljóðum. Löngu seinna þýddi ég úrval af ljóðum eftir hann, þess vegna segi ég hann hefði haft mikil áhrif að hafi breytt lífi mínu. Og sem varð til þess að síðan liðu árin og mér var boðið að koma aftur út til eyjanna þarna. Ég kynntist fleiri skáldum og leið mín lá eiginlega inn í Evrópu gegnum þennan höfund. En hvernig þú hefur þýtt býsnin öll af kvæðum og ljóðum, hvernig að setja sig í þann haminn? Ferði í einhvern annan ham heldur en venjulega að þú ert að skrifa, yrkja, semja lög og texta, en þetta einhver sérstakur hamur? Þetta sérstakur hamur. Hann tengist auðvitað mjög mikið manns eigin ham þegar maður að yrkja ljóð. En þarna snýður maður sér miklu þrengri stakk. Það búið að forsnýða fyrir mann. En ég einhvern veginn þannig gerður að alltaf þegar ég að lesa texta á erlendum málum þá einhvern veginn fer ég ósjálfrátt að hugsa hvernig myndi þetta vera á íslensku. Og þannig byrjaði ég að þýða ljóð því að mér langaði til að vita gæti þetta einhvern veginn hljómað á íslensku. En finnur ekki stundum að það vantar einfaldlega orð? Jú, en ekki endilega það. Mér finnst íslenska mjög ríkt tungumál. Og í raun og veru af því að ég hef líka aðeins þurft að fást við að lesa yfir þýðingar á mínum eigin verkum og önnur tungumál og þá finnst mér oftast til dæmis að ensku skorti bara orð. Þó að sé stundu sagt að hún sé ríkt tungumál. Íslenska mjög ríkt tungumál. Við megum ekki gleyma því. Og í sérstökum og það sumt sem bara hægt að segja á íslensku. En það með hreinum ólíkindum hvað okkur hefur tekist blessunarlega að þýða mikið af bókum sem ekkert endilega sjálfgefið. Já, og það líka mjög mikilvægt að við gerum það vegna þess að annars eigum við á hættu að einangrast sem smá þjóð og við erum þetta litla málsvæði okkar. Það skiptir höfuðmáli að við náum okkur í líka efni. Og þú sér bara, ég hefði getað tekið mjög margar bækur erlendar en líka jafnframt íslenskar. Og allir höfundarnir okkar hafa orðið fyrir áhrifum utan að. Og kannski vanmetum við svolítið hlutverk þýðandans í gegnum tíðina. Þýðandinn hefur rauninni bara opnað okkur nýja heima. Já. Með hverju í bókinni. Já. Og okkar fyrstu bækur voru sennilega þýðingar. Og lykilbækur auðvitað sem hafa breytt öllu. Svo ertu hér með í lokin, þú svindlar aðeins, þetta ekki 3 bækur, þetta aðeins fleiri en ég fyrirgefur það. Ég ákvað að taka bara nýjustu bókina mína sem eru ljóðaþýðingar og ég ætlaði að breyta þér með henni. Ég datt það bara í hug. Hún bara lenti ofan í pokann þegar ég var að taka til. Þetta verður lesið af Agnar Lýsnæfi, Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, ljóðaþýðingar. Hvernig safnar þessu saman? Hér fjöldinn allur af ljóðskáldum héðan og þaðan, en ertu alltaf út af akrinum að leita að skáldum? Já, það má segja það. Þau verða fyrir manni og einhvern veginn þá bara þau safnast að manni. Það verður þannig. Þessi bók óvenjulega því leytinu til að ég þekki persónulega skáldin í bókinni. Þau eru 15 talsins, öll frá Evrópu, frá ýmsum löndum. Og bókin spannar í rauninni mjög langan tíma af mínum ferli vegna þess að elstu ljóðin voru þýdd fyrir 35 árum. En flest hafa þau verið þýdd á kannski síðustu 3-4. Förum aðeins í klísuna í lokin. Það oft búið að spá ljóðinu dauða en mér finnst það bara sprikla og lifa sem aldrei fyrr. Já, þeir sem hafa spáð því, þeir eru ekki framsýnir. Af því að ljóðið lifir í rauninni betra lífi heldur en skáldsagan, segi ég. Og ljóðið sumpart að fá uppreisn æru. Já. Nú eru svona stutt skilaboð, mjög algeng manna á milli og ljóðið svona rýmar inn í þá veröld mjög vel. Einmitt.
Og gleymum ekki því, sko, hérna, þeim hlut sem að ljóðin eiga til dæmis í tónlistarheiminum. Akkurat. Það náttúrulega stór hluti og hérna, við gleymum því stundum að það hluti af ljóðagerðinu okkar. Ertu alltaf að yrkja, þarftu einast að bara labba fram hjá næsta ljósastöð og þá kemur eitthvað yfir þig? Það er nú ekki alveg þannig, en hérna ég segi, sko, það hægt að setjast niður og hugsa, já, nú ætla ég bara svona einhvern veginn að hérna náttúrulega yrkja. Það gengur oftast ekkert sérstaklega vel, það er betri aðferð þegar maður ætlar að vinna úr einhverju. En hérna, það svona, já, ég er óreiðumaður í því að stundum kemur andinn bara yfir mig og það skemmtilegast þegar það gerist og maður veit ekkert hvenær það gerist, það eins gott að maður sé með eitthvað til að skrifa á. Ég nýbúin að rifja upp að það gerist, ég oftast með vasabók, sko, eða eitthvað, en einu sinni fyrir nokkrum árum þá var ég staddur á kaffihúsi í Kaupmannahöfn og ég ekki með neitt til að skrifa á, allt í einu fæ ég bara andan yfir mig. Og ég þríf það næsta sem verður fyrir mér sem svona motta til þess að setja bjórglas á eða eitthvað sem fyrir að skrifa hana og hún reynist ekki nóg og svo tók ég Carlsberg auglýsingu sem ég gat rifið í sundur og skrifað og það eru til 3 ljóð þarna, ég veit ekkert hvað þau komu, þau bara komu yfir mig. Þetta gerist svona, sko. Svona það. Já, þetta svolítið ólíkt síðan þegar maður að þýða ljóð, sko, erlend ljóð, það gerist ekki alveg með þessum hætti, það meira svona, vinnur það bara svona jafnt og þétt. Bestu þakkir fyrir að deila með okkur bókunum í lífiðinu, nýjum og gömlum og svo höldum við að sjálfsögðu áfram að lesa og yrkja. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, gestur minn að þessu sinni í þættinum Bókin sem breytti mér. Eftir viku verður allt annar lesandi og sennilega ljóðskáld líka hér hjá mér við hringborðið litla en fram að því sá skulið lesa bækur, þær opna heima.